Akureyringarnir og feðginin Alfreð Birgisson og Anna María Alfreðsdóttir voru á dögunum útnefnd sem íþróttafólk ársins hjá Bogfimi-sambandi Íslands árið 2022. Það í fyrsta skipti sem Akureyringar hljóta þennan titil og ekki síður það í fyrsta skipti sem feðgin afreka það. Þau eru bæði keppnisfólk á heimsmælikvarða en aðstaðan hér í kjallaranum í íþróttahöllinni á Akureyri ekki á heimsmælikvarða. Já, ekki gaman að fá þennan titil eða þessa titla? Jú, það mjög gaman að fá svona og sérstaklega í ljósi þess að fá að gera þetta með dóttur sinni. Ég veit ekki til þess að þetta hafi gerst áður hjá sambandinu að feðgin fá þennan titil, sko. Hvernig að vera íþróttamaður ársins? Það bara mjög skemmtilegt. Já. Já, ég veit ekki. Hvað á bakvið það? Hvað ertu búin að afreka? Já, það eru nokkur Íslandsmet og Íslandsmeistaratitlar og svo eru 4. sæti á EM í ungmennaflokki og 3. sæti á Veronicas Cup World Ranking sem einnig fyrsta skipti sem Íslendingur fær einstaklingsverðlaun á World Ranking móti. Já, hjá henni líka sem hæsta skor sem hefur verið skotið á nokkur manni hérna Íslendingi á móti. Hjá mér það Íslandsmeistaratitlar og fleiri mótin innanlands og svo bæting á Íslandsmeti sem ég náði nú loksins að jafna hennar skor þegar það kom hérna fram á sumarið. Já. Þannig að þetta bara, já, þetta búið að vera öflugt skemmtilegt ár. Já. Og þið hefur verið dugleg að ferðast til annarra landa. Já, þetta búið að vera mikið ferðalag. Ég búinn að fara 8 ferðir tengdar Bogfimi síðan í ágúst 2021. Ekki allt keppnisverð hjá mig sjálfur. Ég búinn að fara bæði sem þjálfari fyrir ungmennaflokk og fyrir íþróttasamband fatlaðra. Hún búinn að fara, hvað hún 6 ferðir eða? Nei, 8. Þetta búinn að 8 líka? Já. Ó, sæll, já. Það er þetta að halda tölu og svolítið saman? Já. En borgið þetta allt sjálf þetta ekki dýrt? Jú, þetta dýrt. Bogfimi-sambandið hefur verið duglegt að styrkja okkur í þessi mót sem eru Evrópumót og heimsmeistaramót. Annað svo sem við að borga sjálf. En það samt dýrt og þau séu að styrkja okkur. Þetta eru 100.000 kallar nokkrir í hverju ferð, sko. Já. En hvað svona gaman við Bogfimi? Það allt og margt. En aðalega félagsskapurinn sem maður fær í kringu það. Alltaf fólk á öllum mótum, alltaf til að hjálpa manni og taka á móti manni með hvað sem er. Já. Hvað ertu búin að æfa lengi? Hvenær byrjaðir? Ég byrjaði bara 2019, ekkert alltaf lengi. Pabbi byrjaði aðeins fyrr. Ég byrjaði 2016, þá byrjaði ég í öðrum bogaflokki en skipti síðan 2018 yfir þennan boga sem núna. Og þetta búið að ganga bara ótrúlega vel síðan, sko. Já. En aðstæðan hér á Akureyri, hún ekki á heimsmælikvarða? Nei, við höfum fengið að vera hérna, þetta annar veturinn í röð sem fórum að vera hérna með skotfélaginu, þar sem höfum aðstöðu fyrir 4 til að skjóta í einu. Þannig að þetta 3. veturinn sem við förum inn í röð sem ekkert nýlega starf, þannig að klúbburinn svolítið þröngt á klúbbnum en okkur hefur gengið vel. Já. Nærðu að draga unga fólki með þér í Bogfimina? Já, kannski ef maður væri með eitthvað húsnæði til þess að geta. Ef það eftir að taka móti, já, þá væri hægt að draga ungu fólki með. Já. Við vorum með mjög öflugan klúbb hérna 2019 þegar við mistum húsnæði. Þá vorum við með 75 iðkendur en fórum í 8 veturinn eftir bara vegna þess að við höfum ekki húsnæði. Það bara... Þannig það verk að vinna? Já, það mikið verk að vinna og það bara verið að vinna í því á fullu.